Suðurland FM 963 á miðvikudegi, það er 13. janúar í dag. Heilsuvika í fullum gangi hérna hjá okkur og á nýju ári að þá vilja margir taka til í garðinum hjá sér, að við getum orðað þannig, farið að hugsa heilsuna, hend út tóbaki og mörgu öðru og hún Jóhanna S. Kristjánsdóttir hjá heilsuhegðun.is, hún er á línunni. Komdu sæl. Já, blessaður. Herðu, nýtt ár, nýjar áherslur og kannski áramótaheitt. Mögulega, já. Já. Ekki einhverjum að Hvernig hefst nýja árið hjá ykkur? Heyrðu, það hefst náttúrulega bara vel eins og alltaf. Mikið að gera, mikið af nýjum skjólstæðingum og margir sem við erum að aðstofa. Sérstaklega, ég er náttúrulega eingöngu í tóbakinu, sko. Já. Aðstofa þar og það eru mjög margir sem eru að hringja og hafa samband þessa dagana. Já, það er, ég ætla einmitt að koma að því, það er töluvert það að fólk sé að hringja og fá ráð kannski. Já, það er það. Þannig að það er ráð og stuðning og fara bara inn í meðferð. Já. Stuðning áfram. Og það er það sem skiptir henni mestu máli. Það tekur áramótaheitt, ætla sér að gera eitthvað ákveðið og gera jafnvel bara í kvelli, undirbýra ekkert mikið. Og þannig vil svona erfiða leiðin að þú ert ekki búin að undirbúa neitt, sko. Já. Þannig að þá skiptir svo rosalega miklu máli að sé einhver sem að getur stuttið áfram og leiðbeintir líka hvað átt að gera í ákveðnum aðstæðum þegar eitthvað kemur upp. Og sérstaklega þá takast á einhverja fíkn eins og nikótínfíknina. Já. Hún er stundum mikil. Já. Og sterk. En þú talar hérna ykkur tóbaksmeðferð, er það inn á síðunni þá heilsuhegðun.is eða hvernig verður það fram? Það er það sem að við stendur fyrir heitir ráðgjöfur reykbindindi og þar er símaþjónusta 86030 sem er búið að vera síðan árið 2000. Þannig að það verður ansi gömul og reynd þjónusta. Já, margir búin að hringja þetta númer. Já, og síðan var svona hlíðargrein við það var reyklust.is og svo síða er henni bara, og hún er búin að vera í loftinu síðan formulega síðan 2007 og svo var að taka við þess að ný síðana sem heitir heilsuhegðun.is og þar er miklu meira heldur en bara tóbakinn. Þar eru fleiri þættir inni, þannig er henni reyklust.is er orðina heilsuhegðun.is. Þar getur þú skráðið inn og farið inn í rauninni svona tóbaksmeðferð sem að hjálpar þér að hætta. Það skráir hvað dag þú ætlar að hætta og svo þær þau sem sendt í tölvupósti daglega ýmis góð ráð og leiðbeiningar. Já. Með til dæmis reykingar í dag, þetta fer nú hratt minnkandi, er það ekki? Jú, reykingar nú erum við að horfa á alla tóbaksnotkun. Já. Og því miður er ekkert endilega öll tóbaksnotkun á niðurleið, Nei, munn og neftóbak, það kannski, er það ekki svolítið aukast eða? Já, reyklausa tóbaki, jú, og sérstaklega ef við skoðum sölutölur hjá ATFR, þá eru þær aukast verulega. Já, og þá hjá einhverjum ákveðunum aldri eða? Já, það er mest hjá yngri karlmennum. Já, því miður. Það er bara þannig, það er staðreyndin í Íslandi í dag. Já. Og það er einmitt inn á þessari síðu sem að þú nefnir heilsuhegðun.is að þar er eins og segir reyktóbak, munn og neftóbak og margt fleira sem hægt er að skoða. Já. Og en reykingar þær eru sem betur fyrr að minnka og þetta er eiginlega, maður hefur svona orðið var við að þetta er eiginlega orðið svona fólk er svolítið að fela þetta. Já, það er ekki, má segja, ekki tísku að reykja í dag. Nei. Það er bara þannig. En því miður það er alltaf samt einhver að byrja og svo eru bara tóbaksframleiðin svo magnaðir. Þeir finna sér alltaf einhverja nýja leið. Þeir lúpa að banna reykingar svo víða og nýjasta útspilið er rafrettan. Það er bara, þeir finna alltaf eitthvað nýtt til þess að húkka nýja kuna. Já. Hvað hefur að segja um rafrettuna? Rafrettan er náttúrulega bara nýjasta sígarettan á markaðnum. Það er ekkert flóknara það. Þannig að hún, því miður, þá eru 1,50 að 20% til dæmis að nemendum í 10. bekk í nýjustu rannsókninni, þá kemur fram að 20% hefur nota rafrettu. Og það eru meiri líkur að minni að þessi krakka muni svo reykja síðan meir, Já, þetta ítir kannski undir sem sagt þessa þörf. Já, það gerir, og þú ert náttúrulega málið að þú getur fengið alls konar efni í þetta, en málið það er bara fullt af eiturefnum í þessum vökum sem þú ert að taka hún í lungun. Já. Þetta er ekki bara einhver gufa sem þú taka hún í lungun, heldur eftir að innbyrja eiturefni. Já. Og inn í þessu... Og nikotínvökunin náttúrulega, þá ert að búa til fíknina. Já.
Eru komnar einhverjar svona rannsóknir út frá rafrettinu eða? Já, það eru komnar tónokkur rannsóknir og þessu gaman að fylgjast með því hvað að gerist í þeim heimi, sko. Náttúrulega langtíma rannsóknir eru ekki komnar. Nei. Það það stutt síðan að hafa byrjað að nota þetta, sko. Já. Þannig að þú veist, það kemur seinna. En hins vegar eru bara 39 rannsóknir alveg stanslaust. Og það sýnir sig að það bara miklu meiri eiturefni í þessu og miklu meiri áhrif af þessu heldur en að tala í fyrstu. Og meðal annars eru óbeina reykingar. Það sýnir sig að þeir sem eru hliðin á þeim sem eru að nota rafrettu, að það mælast þau efni í blóði þeirra sem eru ekki að nota hana sem eru í rafrettunni. Þannig að það eru óbeina reykingar í því líka. Og þá kannski eitthvað magna af nikotín efnum? Já, og svo fyrir utan alltaf að fá nikotíni líka. Já, þetta er svolítið magnað og maður hefur tekið eftir í að þessar rafrettur, þetta er svolítið inn, ef við getum sagt það. Já, og það svona rafrettan á þessu gráa svæði. Það engin lög sem ná eiginlega yfir en ennþá. Nei, það er það sem vantar í dag, sko, það var ekkert gert ráð fyrir eitthvað svona kæmi, skilur, þannig að það var ekkert þá eftirraunni að útbúa formið í kringu rafrettinu. Já. En það staðreyndin bara, eins og ég segi, þetta eru tóbaksframleiðendurnir sem eru að framleiða þessa rafrettu og þeir eru bara að finna sér nýja leiðin á markaðinn. Já. Þeir fitna bara á fjórstuttunum núna og að lakkar í þeim, sko. Já, en ég datt inn á viðtal núna fyrir nokkru dögum, þar sem var viðtal við ágætna læknir og þar einmitt búið að vera í umræðinu í læknastéttinni að ýta undir það að rafrettur verði flokkað sem lyf. Já. Ekki sem á almennum markaði. Ert þú hlynnt eða sammála því? Sko, þetta náttúrulega bara, ég myndi segja þetta bara tóbaksvara, skilurðu. Já. En hins vegar þetta eitthvað sem maður vill ekki sjá og almenningur sé bara að kaupa í lausasölu, sko. Nei. Nákvæmlega. Þetta er bara eins og við horfum á ef sígarettan kæmi á markaðinn í dag, ég meina hún aldrei lögleg, sko. Nei. Það Bak fyrir þá þessi hluti lögleg, skilurðu. Þetta er og það eins í minna, hverju eru við að framleiða tóbak í Íslendinga, þú veist. Já. Þetta er svolítið magnað ef maður spáir í það eins og segir að ef að sígarettan var að koma núna fyrst á markað, þá þetta aldrei leyft. Nei. Það er bara ekki séns. En svona var þetta nú í gamla daga, þá var ekkert vita nákvæmlega hvað áhrif þetta hafði. Nei. En heilsuhefðu.is, það eru margir sem að hringja til dæmis í Reyksímann, er fólk að biðja hjálp við einhver önnur vandamál? Ég sko, það náttúrulega, við erum alltaf að fá fleiri munntóbaks símtöl, sko. Já. Og svo það eins að, það má segja að þróunin í tengslu við símann hafi verið svo, þetta var fyrst og fremst reykingafólki ráð fyrir upp úr 2000, svo bætast við þeir sem eru að hætta nikótínlyfjunum og þá að vera aðstoð við að trappa út nikótínlyfin og svo bætast sérstaklega munntóbaki, nú á seinni tíð, sko. Og það Hvernig hvort að rafrettan verður svo næst? Já, en það akkur það sem ég hef heyrt líka að fólk sem hættar reykja fer á nikótínlyf og það svona festist við fólki, svo þarf það að hætta því. Já, sko, málið að við Íslendingar náttúrulega alveg einstök. Við förum út í búð og verslum eitthvað og við leysum enga leiðbeiningar. Já. Þú veist, við bara eitthvað tyggja og einhver plástur eitthvað, ég ætla bara að kaupa það og svo nota ég bara einhvern veginn, skilur. Þú ert ekki búin að plana neitt hvernig það ætlar að gera þetta, en málið að nikótín, sem kaupur út í apóteki að verslun, að þetta lyf og þetta lyfjameðferð og þú þarft að nota hans slíka, þannig að þetta hugsað að þú notar þetta ákveðin hátt í ákveðin tíma og svo trappar þetta niður. Já. En ekki bara, ég noti þetta bara og noti þetta sem næstu 10-20 ári, sko. Já, þetta ekki hugsað þannig. Ég þekki nokkra sem að einfallega eru með tyggjóið og þeir tyggja þetta bara eins og bara ekstra plötu á hálftíma fresti. Nákvæmlega. Þannig að það sko, þannig að við erum að aðstoða þetta fólk líka að komast út úr fíknin. Fíknin. Já. Það þarf að taka það líka út. Já, að sjálfsögðu. En fólk sem það getur alltaf haft samband til ykkar ef það ef það kemur ykkur svaka þörfi eða eitthvað. Já, sko það þjónustan hún hefur verið í boði og bara ríkisrekin, sko, þetta bara þannig að það getur hver sem hreint og kostar ekki neitt, 860-30 og þjónustan opin alla virka daga frá 5 til 8 en svo símsvari þess fyrir utan að það hægt að skilja til skilaboð og svo líka hægt að senda okkur skilaboð gegnum heilsuhegðun.is. Já. Og það bara þannig, sumum hentar að hringja á að samband, öðrum hentar að skrifa sig gegnum þetta,
öðrum hentar að fara bara inn á vefinn og lesa og gera skrifa í dagbók þar og fyrir sjálfa sig. Þannig að það má ekki vanmeta það að þurfa að vera allir þessi kostir, allir þessi þættir til staðar. Já. Þannig að og það einmitt dagbók og sjálfspróf til dæmis, bæði hvað varðar reykingar og áfengisvenjur inn á heilsuhegðunar.is. Já, og það einmitt svo frábært að geta nýtt þetta í áfenginu líka. Þetta náttúrulega samskonar þannig að og það verið að þróa runni áfengisluta þannig að líkt og reykjus.is var. Já. Við byggjum þetta námskeiði sem var þróað út í Svíþjóð og við svo reyndar fengum frá Norðmönnum. Þannig var leiðin til okkar og eins og segja var komið orðið íslenska 2006 og það svona verið að þróa áfengislutan af þessu formi líka og það á að geta nýst mjög vel þar. Já, nákvæmlega. Finnst þér vera orðin meiri vakning í þjóðfélaginu hvað varðar bara vímuefni yfir höfuð? Hvaða áhrif þetta hefur? Já, það náttúrulega, við vitum náttúrulega bara miklu meira með hverju árinu, það bara þannig og þú veist, það mikið búið að tala til dæmis að tala vímuefni, grænt Ísland, það búið að vera mjög ríkjandi í umræðinni alltaf lengi, sko, og en við vitum miklu meira núna, hvað kannabis að gera. Þetta ekki svona grænt og æðislegt eins og sumir héldu, sko. Nei. Fólk að verða með þetta alla þessa þætti og það bara svo margt í boði. Þannig að mér finnst almennt að vitneskja bara mun meira heldur og var. Já, þessi fróðleikur talað þetta nóg í skólum, finnst þið það? Ég myndi segja að það sé mismunandi milli skóla. Já, það mætti kannski vera meira eða? Það frábær þáttur inn í skólakerfinu sem heitir lífsleikni og þar á að fara í þessi mál en kannski gallin við þetta að undir lífsleikni átt að fara í alveg ótrúlega marga hluti. Þannig að það svolítið áhuga sviði hversu eins hvað kannski farið í á hverjum stað. Já. En það sumir skólar að gera alveg svakalega góða hluti og fræða sína mjög vel. Já. Og það bara mjög mikilvægt að byrja strax í grunninn, byrja í grunnskólanum að fræða krakkana og sína þeim og þau að gera alls konar flott verkefni ýmislegt og í svona sjálfsmenntun líka. Og það skila sér. Já, nákvæmlega. Fyrir unga fólki sem að hlusta, hvað nú margar eiturtegundir í sígarettu? Í sígarettunni? Já. 7.000. Ha? 7.000 í sígarettunni. 7.000 eiturefni, já. Já. Allt í góðu. Og ég lenti líka inn og ég nefnilega fór og viðurkenni það alveg, ég var ekki alveg búinn að fatta þessa nýju síðu hjá okkur, heilsuhegðun. Ég fór inn á reykljus.is og hún nú ennþá stafrækt. Já, hún það. Í gangi og þar voru mitt fróðleikur hvað gerist í líkamannum eftir að hættir að reykja bara eftir hálftíma þá blóðið strax farið að renna betur og þetta svolítið magnað. Já, og finnust og það bara þannig að þeir sem að hætta þeir finna ótrúlega mun, en svo bara málið að það margir sem hætta jafnvel oft á dag. Já. Það bara alltaf aftur. Já. En það líka með bregst strax við og hann fyrir strax bara leið og sleppi sígarettunni að þá fyrir hann að hreins út eiturefni. Það bara þannig. Við erum bara líka með svo flott hreinsi vel að hann leið og hann fær þessi eiturefni í sig og þá vill hann losna við þau. Og hann vinnur bara markvisst að því alltaf. Þetta magnað. Og það akkurat eins og þú segir að margir sem að hætta oft á dag og ráð ekki kannski alveg vissi en þá hægt að nýta sér hennar síma 860-30 og fá stuðning. Já. Þetta frábært. Eitthvað að lokum, Jóhanna? Heyrðu, bara óska fólki velfarnar. Já. Tópaslaust ári. Já, nákvæmlega. Gleðilegt reyklaust ár og þarna... Tópaslaust ár. Já, tópaslaust ár, nákvæmlega. Og reyna að standa við sitt. Já, það bara mjög. Þetta alveg hægt, Já, þetta alveg hægt. Fyrir utan það, við hvetjum fólk til þess að nýta sér síman, ertu með einhver ráð, svona, ef það kemur upp sterk löngun hjá fólki? Ef það kemur sterk löngun hjá fólki, þá alltaf horfa fram á við og muna það að maður sjálfur hefur stjórnina. Það ekki þessi sígarettur sem þú heldur á eða myndtóbaki eða annað tóbak sem maður ræður, þú stjórnar hvað fyrir inn fyrir þína varir. Segjum amen eftir þetta. Yes. Jóhanna, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Já, takk sem vel. Takk.